Komið sælir og blessaðir tvíburarnir mínir góðu. Áður en við byrjum að lesa fyrir það sem eftir af ágústmánuði. Þá skulum við kveikja hérna á dæminu og ég ætla að sýna ykkur þetta hefti sem ég var að útbúa. Þetta er unnið upp úr námskeiðum sem ég hef verið með fyrir ykkur sem eigið tarotspil, en vantar bara greinargóðar lýsingar og upplýsingar á íslensku. Þá er þetta alveg kjörið. Flest spil sem við kaupum eru með ensku leiðbeiningum. Þannig að hérna er ég bara búin að setja þetta svona skýrt fram fyrir þá sem hafa áhuga. Og ef þið viljið kaupa svona hefti hjá mér, þá er bara að finna mig á Facebook, Miðlun og Heilun, og senda mér skilaboð á Messenger. Og sko einfalt. Svo setti ég nokkra lagnir svona aftast. Þannig að þá hafið þið það. Takk fyrir. Svo er það þemaspilið ykkar, tvíburar góðir. Það er tæpa 2 vikur eftir ágúst og það gæti nú alveg náð aðeins fram með mánaðamótin líka. En skoðum sjá hvað þemaspilið segir þennan tíma. Ok. Réttar athafnir eða að gera það rétta. Aparigraha þýðir láttu allt sem vill fara, fara og láttu allt sem vill koma, koma. Er ekki eitthvað svipað til á íslensku? Það er kannski öðru samhengi. Farið þeir sem fara vilja. Komið þeir sem koma vilja og verið þeir sem vera vilja. Ekki alveg kannski að sama, en það poppaði bara upp í hugann á mér við þetta. Þessa þýðingu. Þannig að þetta er ábending til ykkar að gera það sem að rétti er og streitast ekki á móti flæðinu sem er í gangi. Leyfa því að koma sem kemur og leyfa því að fara sem fer. Og reyna bara að halda sér í svona einhverjum léttleika og æðruleysi á meðan að hlutirnir eru að gerast. En munið það að það að taka ekki ákvörðun eitthvað, það er líka ákvörðun. Það verður að minna mig á það. Ok, þetta er þemað ykkar sem eftir í ágústmánaðar. Skemmtilegt. Þá byrjum við að kíkja á hvaða spil vilja koma fyrir ykkur. Gefa ykkur einhverja vísbendingar hvað þið eru að fást við. Já. Byrjar á sem fallega regnboga. Ok. Kæru tvíburar. Hér er þetta tengist svolítið inn á þemaspilið ykkar. Það er greinilega eitthvað sem bíður ykkar næstu daga. Eitthvað sem á eftir að auka á annaðhvort velgengni ykkar eða fjármuni eða þetta er einhvers konar gróði, eitthvað sem er að koma sér vel fyrir ykkur. En hefur samt sem áður í för með sér erfiða tilfinningar líka. Þið eru kannski að sleppa ákveðnum hlutum, sjá á eftir einhverjum hlutum sem að þið hafi lengi haldið í eða haft hendis. Oft er það þannig að til að gera pláss fyrir það nýja þá verðum við að
taka til og losa okkur við eitthvað. Þetta getur líka bara hreinlega verið, ég finn sko svona pínu sorgið því að sumarið sé að verða búið. Þó að við upplifum það hérna á Íslandi á hverju einasta ári að þetta stutta sumar okkar klárast yfirleitt á þessum tíma. Þá venjumst við í einhvern veginn aldrei. Þannig að einhvers konar svona depurð fylgir þessum gróða eða þessari ofgnótt sem er að koma hérna til ykkar með regnboganum. Ekki pottur af gulli við enda regnbogans. Já, það búin að vera líka regnbogadagar undanfarið og ef þið vill tengist þetta eitthvað inn á það. Og síðan það bara núið, hér og nú, að vera til staðar, vera með hausinn ekki of langt inn í framtíðinni og heldur ekki of langt inn í fortíðinni, heldur vera að huga að því sem er hér og nú. Það er mikilvægt fyrir ykkur næstu daga. Og ef til vill þetta eitthvað tvennt hérna sem togast á, sem veldur þessari togstreitu. Það að vera hér og nú og það að vera einhvers staðar annars staðar en vera samt sem áður að uppskera fyrir það. Þannig að þessi spil tala svolítið mikið bara hvað er að gerast innra með ykkur, í höfðinu á okkur, í hjartan ykkar, hugsanir, tilfinningar. Ekki svo mikið ennþá allavega af framkvæmdum, en við skulum sjá. Já, akkurat. Ég sé hérna fögnuð og gleði. Þið eru einmitt að uppskera. Þetta spil hérna, fyrsta spilið styður við það sem kom hérna áðan með regnbogaspilinu. Að það er einhvers konar uppskera að eiga sér stað í ykkar lífi. Þetta getur verið uppskera bara fyrir ykkur sjálfa, kæru tvíburar, eða bara fögnuður eða samkoma með öðrum sem þið eru að fara að njóta núna í ágúst. Getur verið innan fjölskyldunar eitthvað sem stendur til eða einhverju takmarki náð, einhver loka sprettur á verkefni sem hefur kannski verið erfitt en er núna að klárast. Nú eða það bara verið að fagna nýju upphafi sem hefst núna í loka ágúst, byrjun september. Margir hafa verið að sækja nám og hafa þetta vill komist inn í nám og hér er verið að fagna því. Þetta getur verið hvað sem er varðandi það. Það virðist eins og þið hafi verið með einhverjar fjárhagspælingar, eða þið vill haft áhyggjur af fjármálum. Reyniði eins og getið að láta hugan ekki hlaupa með ykkur í gönur varðandi það. Það sýnist eins og þið hafi nóg til alls og líðið engan skort. En það er alltaf spurning, sko, hvað er nóg? Mikill vill meira og allt það. Ef að þetta er ungmenni sem er að fara í skóla, þá er smá kvíði líka ennþá sem að hverfur síðan bara þegar að námið er farið af stað. Þannig að það er bara
gaman að sjá það. Já, þið eru svolítið í svolítum áhyggjuþöngum, en sýnið bara smá þolinmæði, því að það sem að þið voru búin að plana og eru búin að plana, það er farið af stað út í kosmosið, svo við segjum, og þið eru búin að sleppa tökum, virðist vera, og nú er bara að bíða eftir að gróðinn sem kom hérna í upphafi skili sér, hann er bara á þröskuldinum hjá ykkur. Ekki reyna að halda of fast í hlutina, ekki halda of fast í fortíðina eða halda of fast í einhverja fyrirfram ákveðna útkomu. Leyfið hlutunum bara gerast á þeim hraða sem þeir gerast og takið þið því sem kemur opnum örmum án þess að vera fyrirfram búnir að ákveða hvernig hlutirnir eigi að vera. Þetta er spurning að svona leyfa léttleikanum svolítið að njóta sín og já, að sleppa tökunum á hlutunum sem er ekki lengur í ykkar höndum. Já, eftir svolítið óvissu tíma sem er kannski búin að vera undanfarið eða hefur fylgt ykkur eitthvað í sumar, djúpar tilfinningar sem hafa verið að gerjast og óvissa yfir því hvernig hlutirnir muni enda eða hvernig þeir muni þróast með haustinu. Þá fara þær af stað bara með, ég ætla ekki að segja með látum, en bara með svona glæsilegri byrjun þessa svona næstu daga. Þið hafið allt til alls til að láta hlutina gerast og ganga sem best. Þannig að óvissan, kvíðinn, hræðslan er í raun og veru að baki og bara alveg efni og ástæða fyrir ykkur til að horfa björtum augum á nánustu framtíð. Það veður svolítið á ykkur, svona ykkur er svolítið mikið mun að koma hugmyndum á blað, að ræða málin, að tala sig í gegnum hlutina. Það er svolítið hraði í ykkur varðandi það. Varið ykkur bara á því að leið og þið eruð að tjá ykkur af miklum krafti og jafnvel smá offorsi, að það er fólk í kringum ykkur sem að gæti tekið hlutunum illa eða þið geti stuðað fólk á meðan að það er ekki ætlun ykkar, heldur er fólk kannski bara ekki alveg á sama hraða og þið hvað varðar tjáningu og hugsanir. En það er eins og ykkur liggi dálítið mikið á að koma hlutunum einhvern veginn í eitthvað ákveðið form eða í ákveðna stöðu. Tvíburar, já, ég fæ aftur hérna skilaboð skóla og nám. Örugglega stór hluti af ykkur sem er að pæla í því núna og
þið eru dugnaðarforkar þegar þið takið ykkur til og þið farið bara af stað af krafti inn í eitthvað nýtt nám hérna með fullt af hugmyndum á lofti, vandvirkni og svona krafti sem aðrir öfunda ykkur af. Það er bæði sko gott að vera með ykkur í einhvers konar hóp samstarfi og ekki gott vegna þess að þið virðist vera einhvern veginn mótorinn í hópnum en að sama skapi þá lætur það hina ekki líta vel út þegar að þið eru með alls spjót á lofti en hini fá alla bara að leggja orð í belg. Það er þannig orka sem er í gangi hérna þannig að þið þurfið bara svolítið að taka tillit til umhverfisins líka með leið og umhverfið sko kemur með til ykkar þar sem þið þurfið á að halda. Já, þið eru að fara að byrja á nýjum hlutum og ef þetta er ekki nýtt nám þá er þetta einhvers konar nýtt verkefni sem að ykkur hefur ef til vill dreymt í svolítinn tíma. Það getur tengst því sem að þið eru að gera núna, það er að segja atvinnunni ykkar, en mikið til hjá mörgum ykkar finnst mér þetta tengjast nýjum verkefnum og þá er ég að meina nýrri atvinnu eða eins og ég sagði nýju námi. Það er mikið af svona orku hérna sem að hefur svo mikla möguleika í sér og er svona ný og fersk orka. Og þetta gengur náttúrulega allt út á orkuna og spilin tákna hvert fyrir sig ákveðna orku sem að þetta spilast út frá. Ég ætla að taka eitt aukaspil hérna fyrir lokaspilið. Ég hef gert það hérna fyrir alla. Það er svolítið riski. Já, vá. Þið fáið hérna djöfulinn sjálfan. Djöfullinn er gríðarlega kraftmikið spil. Þið sjáu hvernig hann stendur og býður ykkur útrétta hönd en leið er hann með hina höndina fyrir aftan bak. Þannig að þið sjáu ekki allt sem að hann stendur fyrir. Möguleikarnir, eins og ég sagði áðan, eru miklir. Þið hafið hérna tækifæri til að gera hluti sem ykkur hefði ekki órað fyrir einhverjum tíma síðan. En ef þið getið nýtt ykkur sköpunar orkuna sem felst í þessu annars umdeilda spili, þá er ykkur allir vegir færir og þriðja spili hérna staðfestir það. Því þarna eru þið bara í fullum efnislegum gír. Það er að segja að þið eru að skapa, þið eru jarðtengdir, jarðbundnir, tenging við fjölskyldu og forfeður og tenging við að byggja upp og þessi gróði sem kom hérna fyrst er að koma hérna líka í annarri mynd eða kannski sömu mynd hérna sem lokaspil sem að segja mig bara að þið munu standa uppi sem sigurvegarar eftir þetta tímabil núna í ágúst sem sigurvegarar í ykkar lífi því að allt virðist ganga upp og mikil velgengni sem að bíður ykkar. Djöfullinn kemur alltaf með varnaðarorðum,
sem þið þurfið að hafa í huga þegar að hans orka er í gangi og það er aðallega varðandi það að láta ekki glepjast af gyllibúðum, að varast fíkn og of í öllu því að orkan hans gengur út á það líka. Þannig að það er svolítið hárfínt jafnvægi kannski sem að þið þurfið að hafa í huga þegar að þið eru að díla við þessa gríðarlegu sköpunarorku. Ok, ég ætla að láta þetta nægja með þessi spil. Þá er það spurning hvort þið séuð að spyrja einhverja ákveðna tímasetningu, hvenær eitthvað gerist eða gerist ekki. Og það var spil sem hoppaði upp úr stokknum sem segir bara hreinlega nei. Þannig að við tökum nú eitt í viðbót samt. Svona til öryggis. Laugardagur gæti verið eitthvað sem gerist núna helgina sem þið hafi verið að spyrja en annars er það nei. Vonandi er það bara jákvætt fyrir spurningun ykkar. Og svo er það þessi spil ef þið viljið spyrja eitthvað og fá já eða nei svar eða eitthvað þar á milli. Það er bara líklegt að það verði, hvað sem það er. Þessi tímaspil segja líka nei eða já, en oftast koma þau upp með einhvers konar tímasetningu eins og þetta Þannig að ef þetta eru 2 spurningar sem þið hafi haft, þá er þetta bara svarið við þeirri fyrri. Og hér er seinna svarið og það er bara mjög líklegt að það gerist. Og svo fáið þið jöpp, þannig að vonandi er þetta svarið sem að þið voruð að biðja Þá ætlum ég bara að minna ykkur á þemaspilið ykkar aftur áður en við ljúkum þessu. Þetta var spurning að vera í flæðinu og leyfa því að koma sem kemur og leyfa því að fara sem fer. Þá ætlum ég að þakka ykkur bara fyrir, kæru tvíburar, og ég vona að restin af sumrinu verði ykkur góð og ánægjuleg, ljós og kærleikur.